699. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn í Stapa, Hljómahöll, 3. júní 2025 kl. 17:00 er settur. Viðstaddir eru bæjarfulltrúarnir Alexander Ragnarsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Díana Hilmarsdóttir, Guðbjargur Reynisson, Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, Margrét A. Sanders, Margrét Þórunisdóttir, Sigurrós Antonsdóttir, Sverrir Bergmann Magnússon, Valgerður Björk Pálsdóttir og sá sem hér stendur í forsæti Bjarni Páll Tryggvason. Að auki situr fundinn Hrefna Gunnarsdóttir ritari. Á dagskrá fundarins eru 9 mál. Þau eru Númer 1. Fundargerðir bæjarráðs frá 22. og 28. maí 2025. Fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 20. maí. Fundargerð menningar- og þjónusturáðs frá 23. maí. Fundargerð sjálfbærniráðs sem haldin var þann 27. maí síðastliðinn. 5. mál er hönnun gatnamóta, Njarðarbrautar, Fitjabakka og Bergás. 7. mál er staða í leikskólum, svöruð fyrirspurnum. 7. mál er fráveitu samþykkt Reykjanesbæjar síðari umræða og lokum er 8. mál, ég har 8 mál á dagskrá í dag sem er 700. fundur bæjarstjórnar. Og þá göngum við til dagskrár og tökum fyrir fyrsta mál sem eru fundargerðir bæjarráðs frá 22. og 28. maí síðastliðnum. Orðið er laust. Guðný Birna Guðmundsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, kæru bæjarfulltrúar og gestir. Langar að koma hérna aðeins upp til að fara yfir fundargerðir bæjarráðs frá 22. maí og 28. maí. En á fyrri fundinum var svona það helsta sem bar upp úr var að við fengum kynningu á tómstundastefnu Reykjanesbæjar sem liggur nú fyrir öllum nefndum og ráðum bæjarins. Ég verð að segja að þetta kom skemmtilega óvart hvað hún er vel unnin, þessi draugastefnu. Hún gildi frá 25 til 28 og er byggt upp af fræðafólki og rannsóknum. Og þar kemur fram að það er mikilvægt að allir finni sína tómstund, þar sem að rannsóknir sína tómstundir hafa góð áhrif á einstaklinga. Þannig að þetta er mjög mikilvægt. Það sem að þau gerðu í þessari vinnu var að þau sendu út könnun til íbúa og fengu næstu í 1000 svör og við þökkum fyrir það og þarna er byggt á þeim svörum. Langflestir töldu að framboð á tómstundum í Reykjanesbæ væri mjög gott og við fögnum því. En þó kom fram vilji til að nýta betur húsnæði bæjarins og eflaust er átt þar við skólana okkar. Svo komu fram aðrar skynsamar hugmyndar eins og að halda áfram að opna félagsmiðstöðvar í skólanum en við höfum opnað núna tómstundamiðstöð í Háaleitiskóla og svo munum við opna núna í haust ef ég man rétt svona við köllum hana færanlega tómstundamiðstöð sem fer á milli Akurskóla og Stapaskóla. Þannig að við erum að standa okkur vel þarna í innri Njarðvíkurhverfinu sem orðið mjög stórt. Nú, á síðari fundinum þann 28. maí með leyfi forseta þá fórum við yfir þjónustu við umsækjendur alþjóðlega vernd en eins og alþjóð veit þá sagði Vinnumálastofnun upp samning við Reykjanesbæ og ætla nú að sjá þessa þjónustu sjálf en við höfum rekið þetta í tæp 20 ár ef ég man rétt. Þannig að kannski bara fagna því hér hversu vel við höfum staðið okkur í fjölmenningamálum þetta sveitafélag og hvað velferðar fólkið okkar hefur staðið sig afburða vel. Meira var það ekki. Takk. Kærar þakkir. Orðið er laust fundargerðir bæjarráðs frá 22. og 28. maí. Það er ekki fleiri sem óska eftir að taka til máls og þeir sem samþykkt geta fundargerðirnar eru vinsamlegast beðin að gefa merki. Það eru samþykktar 11:0. Næst tökum við fyrir annað mál fundarins sem er fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 20. maí síðastliðnum. Orðið er laust. Valgerður Björk, gjörðu svo vel.
Virðulegi forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Guðni Birna, bæjarfulltrúi í stallræðinu minni tómstundastefnuna. Nei, grín. Við ræddum hana sem sagt líka í IT-ráði og bara leist mjög vel á vinnu Ólafs Bergs Ólafssonar, fyrirstundar-ráðgjafa og umsjónarmanns ungmennaráðs sem vann þessa stefnu. Já, ég að renna yfir mín að ræða og segja að það ekkert mikið sem ég vil bæta við. En ég ætla líka að ræða annað mál sem númer 3 sem heitir Grindavíkurleiðin, betri nýting íþróttamannvirkja. En þar kom Jóhann Árni Ólafsson, forstöðumaður íþróttamannvirkja Grindavíkur, til okkar og kynnti verkefni Grindavíkurleiðin sem miðar að því að auka möguleika barna á að nýta íþróttamannvirkin betur ef þau eru ekki í notkun. Grindavíkurleiðin snýst sem sagt að opna íþróttahús bæjarins utan hefðbundins æfingatíma og að vísu reyndar innan æfingatíma líka, þannig að börn og unglingar geti nýtt aðstöðuna þegar salir eru lausir. Þetta er gert með skýrum reglum, einföldu ferli þar sem iðkendur sækja leyfi í afgreiðslu og fá ákveðna ábyrgð sem þau bera sjálf eða með eldri iðkanda. Þetta hefur aukið aðgengi barna og unglinga að íþróttum, stutt við óformlega hreyfingu og styrkt félagslífið. Aðstæðan nýtist betur, fleiri fá tækifæri til að hreyfa sig og það hefur jafnvel orðið auðveldara að fá fólk til sjálfboðaliða starfa innan íþróttahreyfingarinnar. Þrátt fyrir áskoranir eins og ábyrgð ef að slys yrðu þörf og skýrri upplýsingagjöf til notenda og starfsmanna, gekk innleiðing Grindavíkurleiðarinnar mun betur en búist var við og verkefni leiddi til aukinnar ánægju meðal bæjarbúa og starfsfólks. Við í IT-ráði viljum endilega prófa sambærilega leið, kannski byrjun sem tilrauna verkefni í 2 íþróttahúsum bæjarins með það að markmiði að fjölga opnum og fjölskylduvænum rýmum fyrir bæjarbúa. Við getum lært af reynslu Grindavíkur og aðlaga þetta að okkar aðstæðum, en þetta er algjörlega í takt við stefnu okkar að bæta nýtingu og auka aðgengi að mannvirkjum sveitarfélagsins. Já, ég ætla ekki að ræða fleiri mál sem voru það á dagskrá, en bara tek aftur undir með bæjarfulltrúa Guðnýju Birnu og við lýsum yfir ánægju með tómstundastefnuna þó að sé svona nokkrir hlutir þar sem á eftir að ræða betur og útfæra betur kannski hugmyndir eins og tómstundamiðstöðuna en það er alveg ljóst að það eru mörg tækifæri í stefnunni og okkur lýst bara mjög vel á að færa auðvitað félagsmiðstöðurnar út í hverfinu og sjáum það gerast strax í haust, en hlökkum svo bara til að fylgjast með umræðunni innan hinna annarra nefnda og ráða stefnuna. Takk. Takk fyrir, Alexander Ragnarsson. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Já, ég kem hérna undir lið 6, uppbygging íþróttamannvirkja. Við fengum hér góða kynningu fyrir fundinn og það var eiginlega orðið svolítið tímabært að fá að heyra beint frá þessu fólki sem situr í nefndinni og frá fulltrúum félagana. Svona hver þeirra sýn á þessu og hvað hefur verið gert. Það hafa verið eins og fyrir okkur sem erum í samskiptum við þetta fólk. Við höfum verið að fá alls konar misvísandi skilaboð og heyra alls konar sögur. Ég held að sé rosalega mikilvægt núna að næstu skref verðir skýr. Við viljum gera þetta og vonandi í góðri sátt við íþróttafélagin. Því að ég held að þannig fáum við mest út úr þessu og fáum að það eru náttúrulega fólkið í félagunum sem að fara að nýta þessi mannvirki og þessi mannvirki verða að þjóna því sem þau eru að gera. En auðvitað kostar þetta allt peninga og þetta eru dýr mannvirki og við erum með 2 stór félög sem eru með mikið metnað og ætla sér stóra hluti og við erum kannski ekki að byggja 20 af öllu sem er alveg á eins fullkomið og við viljum hafa það, allavega ekki á hverju stundu. En við höfum nú fengið glæsilegt íþróttamannvirki inn við Stapaskóla
en það var talað sko að það væri gott að fá sjálfboðaliða þar. Ég er ekki alveg viss að sjálfboðaliðarnir í sjoppunni þar séu alveg rosalega sáttir. Þannig að það eru svona ýmis smáatriði sem við þurfum að hafa í huga þegar við erum að gera þetta og þess vegna er rosalega mikilvægt að við séum í góðri samvinnu. En við verðum líka að gera þá kröfu þá að við fáum skýr svör á móti. Þannig að ég held að svona í næstu skrefum að það sé ekki gott að fara bara af stað og gera eitthvað. Við verðum að reyna að ná einhverjari sátt með félögunum og allt sem að við gerum, það sé eitthvað sem við getum byggt á til framtíðar. Ef við förum í að byggja upp lagaaðstöðuna hjá félögunum, þá þarf það að vera eitthvað sem að við nýtist líka í kannski stærri mynd. Ég er ekki með lausnirnar hérna, en bara við þurfum að fara að byrja og við sáum náttúrulega hér á kynningu að við erum svolítið langt á eftir á mörgum stöðum með aðstöðu. En eins og bæjarfulltrúi Margrét hefur verið að koma að gera þetta, eins og hún segir nú ofta, borða fílinn í mörgum bitum. Við þurfum einhvern veginn að byrja, þurfum að gera því sátt við íþróttahreyfinguna og við þurfum líka, og það er verið að tala um, bærinn okkar er stór og það hafa verið hér einhverjar tillögur að því að annað félagið eigi að sinna hverfinu sem er að byggjast upp. Ég held að það sé ekki gott að við séum að ákveða það, ekki nema þá að bara skaffa í fullkomna aðstöðu til að byrja. En við þurfum að finna lausn á þessu, við þurfum að geta byrjað á að byggja þetta upp og ég held við þurfum að leggja rosalega áherslu á það núna á næstunni að fá þetta skýrt frá íþróttafélögunum og síðan þarf bæjarstjórn og bæjaryfirvöld þurfa bara að taka ákvörðun og það þarf bara að standa við hana og hefjast handa við að byggja þetta upp. Takk fyrir. Kærar þakkir og Halldóra Fríða Þórhallsdóttir, gjörðu svo vel. Já, virðulegi forseti. Það er gott að bæjarfulltrúi Alexander kom hérna upp og fjallar þetta mál sem við fengum hér smá kynningu á frá íþróttafélögunum, framkvæmdastjórar íþróttafélagana, Njarðvíkur og Keflavíkur voru hérna eins og hann benti réttilega á fyrir fundinn, fóru yfir svona þeirra hliðar málsins og líka stýrihópurinn. Og af því að það er talað tímabært að fá kynningu og við getum öll verið sammála það, en málið er að það hefur bara mikil og góð vinna átt sér stað og í þeirri vinnu hefur verið reynt að mæta öllum þeim þörfum og óskum sem félögin hafa komið með inn í því samtali og það gerir það að verkum að vinnan hefur tekið bara lengri tíma heldur en áætlað var. Það er búið að fara margoft að teikniborðinu til þess að reyna að mæta þeim þörfum og þeirri þarfagreiningu sem var gerð og hefur breyst í tímalínunni þarna á meðan. Og varðandi misvísandi skilaboðssögur, við erum öll að fá kynningu á þessu núna í fyrsta skipti. Og það er bara af því að það bara niðurstaða hefur bara ekki legið fyrir. En ég vil bara minna á það hér að við tryggðum það að við hefðum öll einhvern innan borðs í stýrihópnum sem við gætum leita til eftir réttum upplýsingum og þar erum við með 2 fulltrúa frá meirihluta og 1 fulltrúa frá minnihluta sem er fulltrúi Sjálfstæðisflokksins sem hefur líka staðið sig bara afskaplega vel í þessari vinnu og er mjög fróður, hefur mikla þekkingu í málaflokknum. Þannig að ég treysti líka bara á það, svo ég tali fyrir sjálfa mig, að við værum að sækja upplýsingar til okkar fulltrúa. Þannig að mér þykir leitt ef að bæjarfulltrúi Alexander hefur ekki fengið upplýsingar þaðan, en bara ég get ekki svara fyrir það. En við allavega heyrðum alveg alls konar sögur örugglega öll, en ég allavega leitaði til þess fulltrúa sem var skipaður mín megin til þess að fá réttar upplýsingar. En eins og ég sagði í upphafi, þá hefur verið bara mjög mikil og góð vinna í þessum málum og nú er svona
nokkurn veginn komið niðurstaða og hvort það niðurstaða sem við vildum heyra. Ég get ekki farið yfir það hér en við munum bara halda áfram að vinna í þessu máli og við munum að sjálfsögðu tryggja góða samvinnu við félögin í framhaldinu því að samvinna lykillinn að því að þetta heppnist vel og munum vinna að því að ná sátt, hvernig svo sem útfærslan á því verður. Orðið laust fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 20. maí. Alexander Ragnarsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Já, aðeins má aðeins að koma að misvísandi upplýsingum. Þá var það ekki því að við vorum ekki bara beint til bæjarfulltrúa eða nefndarinn. Þetta var líka að koma frá bara íþróttahreyfingunni. Það var svona eins og allir menn væri ekki á sömu blaðsíðu. Þannig að þetta átti nú við fleiri heldur en bara þá sem hér eru eða þá sem voru að starfa. En það var annað, þetta mál er mér kannski svolítið ofarlega í huga, þannig að ég eiginlega glimti öðru máli sem ég langaði að koma inn á. Það var mál 3 sem bæjarfulltrúi Valgerður var að nefna með Grindavíkurleiðina. Ég eiginlega bara fagna því að við séum að skoða þetta. Því það hefur verið rosalega eiginlega grátlegt að horfa á þessar byggingar standa ónotaðar í nokkra mánuði á ári. Ég held við eigum að reyna að koma þeim í meiri notkun. Takk. Orðið laust fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs. Guðbergur Einarsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Eins og kom fram þá var fundur fyrir bæjarstjórnarfund með stýrihópnum uppbyggingunni fyrir ofan Reykjaneshöll. Ég vil bara þakka fyrir þennan fund. Ég hef nú nokkuð sem óskað eftir honum og einu sinni í Pontu í mars og mér finnst bara gott að við séum að bregðast við, koma öllum upplýsingum til allra bæjarfulltrúa. Þetta hefur verið svolítið svona eins og Alexander var að segja, svona út og suður einhvern veginn, en það er bara eins og það er. Við erum að heyra alls konar kvísur hingað og þangað og mér finnst gott að fá framkvæmdastjórana hingað. Þeir töluðu afdráttarlaust. Þannig að mér hlakkar bara til hvað við gerum næst með þessar upplýsingar sem við fengum áðan. Takk fyrir. Takk hérlega fyrir. Orðið laust, Guðný Birna Guðmundsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, kæru bæjarfulltrúar, mig langar bara aðeins að koma upp og taka undir orðræðu sem hefur verið hér höfð akademíusvæðið. Ég tek alveg undir það að við erum farin að bíða eftir að við getum hafist handa. Þetta er okkur mikilvægt mál fyrir bæði félögin og ekki síst fyrir börnin okkar og ungmennin sem eru að stunda íþróttir hér. Hér kom fram hjá bæjarfulltrúa Alexander ekki gera bara eitthvað. Við erum nú búin að vera í ársvinnu að taka samtal, þannig að við ætlum nú heldur betur ekki að byrja á því núna. Við þurfum að setja okkur og marka stefnu til framtíðar í uppbyggingu íþróttamannvirkja og það er mjög mikilvægt fyrir íbúa Reykjanesbæjar og iðkendur íþróttana og í uppbyggingu Keflavíkur og Njarðvíkur til framtíðar. Þetta er gríðarlega mikilvægt mál. Þetta er í meirihluta samstarfi meirihlutasamþykkt, ásækið. Þannig að bara það sé skýrt að það er ekki í neinum huga hér inni að fara ekki áfram með þetta stóra og þarfa mál fyrir okkar íþróttauppbyggingu í hag okkar barna og ungmenna og íþróttastarfi til framtíðar. Takk fyrir. Mér langar kannski aðeins að koma inn á þetta sama mál líka úr fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs, þar sem að þetta hefur verið mjög áhugaverð þróun að fylgjast með að mínu mati og margt sem að þessi bæjarstjórn hefur sett á dagskrá sem ég held að hafi ýtt verulega við íþróttafélögunum, þessum stóru tveimur í Reykjanesbæ, til að fara að huga aðeins að því hvernig ætlum við að hafa þessi málefni til framtíðar. Mín upplifun er sú að fyrst við byrjum í þessari vinnu og þá voru ákveðnar hugmyndir skýrar
og ákveðna væntingar sem voru bara já, herru, gerum þetta. Og eftir því sem samtali dýpkar og þróast að þá allt í einu átta með þess að herru, þetta var kannski ekki alveg það sem að við erum kannski alveg búin að átta okkur á þessum vinklum og kannski viljum við ekki þetta og kannski viljum við ekki hitt sko. Þannig að við erum komin á þann stað í þessari umræðu að það er búið að ýta við félagunum og það er þessi samtal allstaðar þarna á milli, þessi stað sem að mér finnst vera gríðarlega mikilvægt. Það kemur líka fram í þessum samtölum og eins og við heyrðum allir í þessum kynningum að náðan að þau kölluðu svolítið eftir við þurfum að hugsa svolítið til framtíðar, 30-40 ára og þegar við ætlum að gera það þá er heldur betur mikilvægt að vanda til verka í því og huga þessum þáttum og gera ekkert lítið úr því sem að kom fram í máli að mér fannst fulltrúa beggja félaga að það er viss félagseinkenni þarna og viss svona strúktúr sem að aðstæðan náttúrulega ýtir undir hvernig verður. Og þó svo að ákallið sé náttúrulega alltaf eftir betri aðstöðu og það er alltaf verið að sækja fram þar. Þá má heldur ekki gleyma því að það er mjög margt í mjög góðu ásökumulagi aðstöðu til íþróttaiðkunar í Reykjanesbæ. Við sjáum dæmi með minnistæður þjónustupúls sveitafélag eða eitthvað álíka sem það heitir sem vorum að fara yfir í vetur. Þar skoraði aðstaða til íþróttaiðkunar einna hæst þarna að mati þeirra sem að íbúa, sem að upplifa hvernig þjónustan er. Þó svo sannarlega sé ákveð tækifæri og ákall frá félagunum að gera betur. Þegar við vitum alveg að það er hægt, því að við erum búin að vera mæta rosalega mörgum þörfum sem hafa komið upp í vaxandi sveitafélagi. Það flytur mikið af fólki sem er með allskyns bakgrunn og annað þvílíkt og þetta er bara að hugsa allt aðra hluti en við höfum kannski þróað með okkur í áratugi. Það er mikil áhersla á kannski 2-3 helstu íþróttagreinar. Svo erum við búin að vera erum með mjög sterkar deildir í eins og til dæmis í bardagaíþróttum. Það er búið að byggja borðtennis og allskyns svona þætti. Og þetta er allt svona reddum þessu húsnæði þarna og reddum þessu húsnæði þarna. Og þegar við ætlum að fara að hugsa þetta til langra framtíðar að þá þurfum við að vanda til verka, finnst mér eins og alveg mér heyrist vera fullur vilji til að meðal allra aðila. En líka náttúrulega átt okkur á því að við erum að tala milljarða af almannafé sem við ætlum að skuldbinda í þetta verkefni. Og það er alveg vítin til að varast þau sko. Menn benda hér á önnur sveitafélög og segja sjá hvað þetta er frábært þarna og frábært þarna. En það hefur nú ekki alveg verið sársaukalaust af þeim gögnum sem maður hefur lesið til í þessum sveitafélögum og alls ekki til eftirbreytni hvernig sumstaðar hefur verið farið með þessi málefni. Þannig að við hefum fullt af góðum dæmum til þess að byggja okkar framtíðar ákvarðanir á og líka fullt af vítum til að varast. En orðið er ennþá laust fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 20. maí. Það er ekki fleiri sem að óska eftir að taka til máls og þeir sem samþykkt geta fundargerðina vinsamlegast gefið merki. Hún er samþykkt 11-0. Þriðja mál á dagskrá fundarins er fundargerð menningar og þjónusturáðs frá 23. maí 2025. Orðið er laust. Sverrir Bergmann, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti og herra áheyrendur, kemur upp undir fundargerð menningar og þjónusturáðs frá 23. maí síðastliðnum til að fara stuttlega yfir nokkuð mál. Langar þar að byrja á máli 4. En það er 17. júní 2025 en drög að dagskrá 17. júní var lögð fram á þjóðhátíðardegi Íslendinga verður fagnað í Reykjanesbæ með hátíðardagskrá og skemmtidagskrá sem fer fram í skrúðgarðinum í Keflavík. Dagskrá hefst með hátíðarguðþjónustu klukkan 12 í Keflavíkurkirkju. Skrúðganga leggur svo af stað frá Keflavíkurkirkju klukkan 13 og við tekur hátíðardagskrá í skrúðgarðinum 20 mínútur síðar sem að stendur svo fram eftir degi. Nú í máli 5, viðburðir í Reykjanesbæ, sumar 2025, fór sviðsstjóri menningar og þjónustusviðs yfir þá viðburði sem er á dagskrá hjá Reykjanesbæ í sumar og óskaði ráðið meðal annars eftir því að væbótbrautun okkar góða verði opin allavega tvisvar í mánuði að gera nýta hvert tækifæri til að skella þessa skemmtilegu braut sem við eigum sjálf fram. En svo er ágætt að minna það að hægt er að sjá hvaða viðburðir er í boði inn á reykjanesbær.is og visitreykjanesbær.is. Svo rétt í lokin þá langar mér að fara í mál 7 en 5. 22. maí síðastliðinn opnaði fyrsta sýning Larissu Sansor á Íslandi í listasafni Reykjanesbæjar. Larissa er palestínsk danskur myndlistarmaður sem að hlotið hefur lof og alþjóðavísu fyrir áhrifamiklar kvikmyndainnsetningar. Á
Á 25 ára ferli sem spannar nokkur notkun ólíkra miðla allt frá málverki til ljósmynda og síðar kvikmynda hefur Larissa sýnt í þekktum listasöfnum á borðið MoMA í New York og Tate Modern í London og nú síðast hér í okkar sveitafélagi og því vil ég hvetja alla áhuga sama til að nýta tækifærið og kíkja á sýninguna hennar. Takk fyrir. Orðið laust fundargerð menningar og þjónusturáðs. Margrét Sanders, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Ég er ekki hér til að fara efnislega í neitt atriði á fundinum, eingöngu að þegar horft er yfir dagskrá eins og menningar og þjónusturáðs að þá er fyrsta mál bókasafn í Hljómahöll staðan á flutningi. Þarna á ég von á að það hafi verið farið yfir kynningu og er búin að heyra í einstaklinga með það. Það eru engin gögn. Það eru engin gögn í fundargerðinni. Og síðan þarna eru fleiri kynningar og þetta er bara dæmi að þær eru ekki settar inn í gögnin þannig að hægt sé að kynna sér það. Það er allt öðruvísi að heyra í fólki sem er að fara yfir það sem kemur fram á fundinum eða að láta gögn fylgja svona mikilvæg mál. Þannig að ég óska eftir að það verður passað upp á að þegar kynningar er að ræða á fundum og fleira að við bæjarfulltrúar og þeir sem hafa aðgang að þessum gögnum, varabæjarfulltrúar og varamenn, að þeir hafi þá aðgang að þeim gögnum sem koma fram í ráðunum. Takk. Kæra þakki fyrir, Margrét. Og ég velti einmitt fyrir mér svona, því þetta er ekkert í fyrsta skipti sem við tökum þessa umræðu óháð þessum ráðum, þar sem við erum svona aðeins að velta fyrir okkur hvað gögn er að fylgja með og hvað ekki, sko. Hvort þetta sé hreinlega eitthvað sem við þyrstum aðeins að skoða bara inn í stjórnkerfinu hjá okkur og skýra betur þann ramma sem við viljum hafa utan þetta, mögulega í forsætisnefnd eða eitthvað álíka. Mér finnst það bara valið. Orðið laust fundargerðina. Margrét Þórarinsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, já, mér langar að leggja hér aðeins mál í belg. Hvað varðar þetta? Varðar gögn í fundargerðum og ég vil taka undir með bæjarfulltrúa Margréti Sanders. Mér finnst þetta ábótavant og við höfum nefnt þetta oft áður og ég fagna því frá bæjarfulltrúa Bjarna Páli að þetta verði tekið í forsætisnefnd og við fáum svona þessi gögn, sérstaklega við í minnihluta, fáum þau gögn sem við þurfum á að halda. Þannig að það er að segja að þegar við förum yfir fundargerðirnar að við þurfum ekki að vera hringjandi í viðkomandi sem að sitja í nefndum og ráðum og mér finnst þetta bara eigi að vera skylda að við séum bara mjög vel upplýst úr öllum fundargerðum. Takk fyrir. Kæra þakkir, orðið er laust. Mér langaði kannski svona bara að lokum árum við höfum til atkvæðagreiðslu að benda bæjarfulltrúum sérstaklega á 10. til 15. lið í þessari fundargerð. En þar gengur ráðunum fram og með hamingjóskum til hvers félagsins á fætur öðrum sem er búin að standa fyrir alveg frábærum viðburðum í sveitafélaginu hjá okkur. Rosalega mikið af þessu er unnið og lagt upp með í félögum sem eru áhugafélög. Fólk að vinna þetta í algjöru sjálfboðastarfi er að leggja gríðarlega mikið á sig til að setja upp mjög metnaðarfullar og alveg frábærar viðburði og sýningar og við erum að tala um allan skalan, sko, allt frá bara litlum börnum og upp í okkar bestu og helstu borgara í sveitafélaginu. Þannig að verulega ánægilegt að sjá líka í fundargerðinni alla þessa grósku sem er þessi stað í þessum málaflokki. Og þessum samþykkt geta fundargerð menningar og þjónusturáðs, vinsæla skíðamerki. Hún er samþykkt 11-0. Fjórða mál er fundargerð sjálfbærniráðs á fundi sem var haldinn 27. maí. Orðið er laust. Guðný Birna, gjörðu svo vel. Kæra þakkir, herra forseti. Ég mun hér aðeins fara yfir fundargerð sjálfbærniráðs sem við héldum þann 27. maí síðastliðinn. En við fórum þarna yfir tvær stefnur. Ég kom nú aðeins inn áðan undir fundargerðum bæjarráðs
hversu frábær okkur þótti tómstundastefnan og við vorum þar einróma í sjálfbærniráði einnig. Við fórum einnig yfir fræðslustefnu Reykjanesbæjar en í stefnun eru áhugaverðir hlutir eins og starfsþróunarsamtöl og stuðningur við starfsþróun. Við vitum öll hversu mikilvægt það er að vanda okkur að halda í gott fólk í starfi, þannig að þetta er vissulega mikilvægt. Sjálfbærniráð lagði áherslu á aðgerðaáætlun í kjölfari til að fylgja þeirri markmið stefnunnar eftir. Í síðasta liðnum íbúalýðræði þá ræddi ráðið hvernig væri hentugast að ná til íbúa til samtals en bæjarfulltrúar hafa undanfarið verið með íbúafundi í hverfum bæjarins. Við rákum okkur á það að oft getur verið erfitt að ná góðri dreifingu á samfélagsmiðlum þegar verið er að auglýsa viðburði tengt pólitík eða samfélögum en þetta er eitthvað sem við munum rýna nánar í kjölfarið. Af hverju spyrðu, herra forseti? Vegna þess að við viljum gera betur. Þessir íbúafundir voru góðir og gagnlegir og kærar þakkir fyrir alla sem mættu en við höfum áhuga að halda aðra eins fundaröð í haust og munum þá vinna þetta áfram með markastjóra Reykjanesbæjar og sjálfbærniráði til að reyna að ná sem flestum til að mæta og taka samtalið hverfið þeirra. Það er enginn að fáir eins góðir sérfræðingar í hverfinu sínu og íbúar þannig að það er rosalega mikilvægt fyrir okkur sem kjörna fulltrúa að taka þetta samtal og þetta er mikilvægur vettvangur fyrir okkur öll að mæta. Takk. Bestu þakkir. Orðið er laust fundargerð sjálfbærniráðs 27. maí. Það er ekki fleiri sem hafa óskað eftir að taka til máls og við göngum því til atkvæðagreiðslu þar sem samþykkt geta fundargerðina vinsamlega skýða merki. Fundargerðin er samþykkt 11:0. Hönnun gatnamóta Njarðarbrautar, Fitjabakka og Bergás er 5. mál á dagskrá. Hér að ræða mál sem er áframhald á afgreiðslu annars máls úr fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 9. maí síðastliðnum. Og málið er hér á dagskrá þar sem því var frestað á síðasta fundi og í bókun með frestuninni kemur eftirfarandi fram. Ljóst er að málið nýtur stuðnings allra fulltrúa í skipulagsráði, áhyggjur íbúa Ásahverfis hafa þó komið fram og verið settar fram í undirskriftasöfnun. Meirihlutinn leggur því til að boðað verði til íbúafundar þar sem farið verður yfir fyrirhugaða framkvæmd, önnur áform á svæðinu og tryggingu öryggis gangandi og hjólandi vegfarenda. Frá því síðasti bæjarstjórnarfundur var haldinn hafa verið haldnir nokkrir íbúafundir víða í Reykjanesbæ og nú í síðast í gær sérstakur íbúafundur þar sem boðað var til samtals þetta málefni. Það hefur því margt hreyfst áfram frá þeim fundi og áður en málið er tekið til náttúrulega afgreiðslu á fundinu og gef ég orðið laust. Guðný Birna, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, mér er það bæði ljúft og skylt að koma hingað upp og fara yfir drög málsins sem var að hönnun gatnamóta Njarðarbrautar, Fitjabakka og Bergás. Þetta mál, líkt og forseti kom inn á, var hér á dagskrá á síðasta fundi bæjarstjórnar þar sem meirihlutinn lagði til að málinu yrði frestað á meðan við fengjum tækifæri til að halda íbúafund með íbúum Ásahverfis og hagaðilum Fitjabakka svæðisins. Það var vel og var samþykkt hér af öllum bæjarfulltrúum. Þessi fundi fór fram í gær en mæting íbúa hverfisins var mjög góð og því ber að þakka. Á fundinum kom fram einskær vilji íbúa til að klára uppbyggingu hverfisins og það var alveg ljóst að þeim hugnaðist ekki sú hugmynd að setja umferðarstýrljós við Bergás sem myndi leysa vinstri beygju út úr hverfinu sem er erfið og tekur alla jafna langan tíma þar að segja komast út á Njarðarbrautina. Hér í dag liggur fyrir bæjarstjórn til samþykktar nýtt hringtorg við Njarðarbraut og Fitjabakka. Þetta mál hefur farið 2 sinnum fyrir umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar og farið þaðan með öll atkvæði samþykkt af öllum fulltrúum 2. Á fundi umhverfis- og skipulagsráðs frá 9. maí síðastliðnum kom fram að ráðið staðfesti að útfærsla A væri vanlegasti kosturinn varðandi flæði umferðaröryggi og hagkvæmni framkvæmdar miðað við kostnað og framkvæmdatíma. Valkostur B, hringtorg við Bergás og vegur, bætir ekki umferðaröryggi eða flæði umferðar inn í hverfið og raskar auk þess opnu útivistarsvæði sem nýtur hverfisverndar. Þann 7. febrúar á fundi umhverfis- og skipulagsráðs kom fram sama mál. Kynnt var það staða hönnunar á svæðinu frá Eflu
og allir ráðsmenn fögnuðu mikilvægu samgöngubótinni og lagt var áherslu á að málið yrði unnið sem hraðast. Ljóst er að allir fulltrúar innan umhverfis- og skipulagsráðs eru sátti við málið sem vel. Þessi lausn metin skynsamlegust að mati sérfræðinga, bæði þegar horft til umferðarflæðis og til umferðaröryggis. Önnur tillaga sem hefur komið fram að setja umrætt 48 metra hringtorg við Bergás og búa til nýjan veg yfir svæði með hverfisvernd sem auk þess vatnsmikið svæði. Auk þess myndi myndast á þeim vegi 90 gráðu beygja sem yrði erfið fyrir þungaflutningabíla sem væri að keyra inn og út frá Fitjabakka. Sá vegur hefur verið verðmetinn á bilinu 70 til 120 milljónir bestamat og var ekki metinn hyggilegur kostur af umhverfis- og skipulagsráði né umhverfis- og framkvæmdasviði Reykjanesbæjar. Hringtorgið við Fitjabakka tilbúið að fara af stað, þar að segja, ekki þarf að fara með svæði í deiliskipulag og við getum hafist handa nú í sumar. Þessi framkvæmd á nýju 48 metra hringtorgi að þvermáli sem verður stærsta innanbæjar hringtorgi í Reykjanesbæ rúmar stækkun á Njarðarbraut 2+1 eða 2+2. Hringtorgi mun auðveldlega geta tekið við akstri vörubíla með stækkun Njarðvíkurhafnar, auk stór aukinar umferðar svæði þegar stór fyrirtæki flytjast þangað eins og Krónan, Bíkó og World Class, auk þeirra stóru fyrirtækja sem þar eru fyrir. En aftur að laust fyrir íbúa Ásahverfis. Það erfitt að komast út úr hverfinu á annan tíma á morgnana og eftirmiðdaginn og sem íbúi í hverfinu í næstum 20 ár finn ég það sjálf hversu mikil umferðin Njarðarbraut að aukast jafnt og þétt með fjölgun íbúa. Það kom alveg skýrt fram frá íbúum hverfisins að þeim hugnaðist ekki umferðarljós, þannig að við í meirihlutanum leggjum til að gert verði annar hringtorg við Bergás Njarðarbrautar gatnamótin. Þetta hringtorg verður minna en hringtorgi við Fitjabakka en með því myndast líka ákveðin hvati fyrir þungaflutningabíla að keyra Fitjabakka og upp til Grænás í stað þess að keyra frá Fitjabakka og áleiðis til Fitja. Það hringtorg mun létta á flæði umferðar íbúa út úr Ásahverfinu og efla öryggi þeirra til muna. Þetta mun ekki tefja að neinu ráði umferðarflæði líkt og umferðarljós hefði eflaust gert. Með þessari framkvæmd má áætla að íbúar hverfisins keyri í auknum mæli út úr hverfinu gegnum Bergás sem ætla mætti að létta á umferðinu Grænás. Það sem meirihluti bæjarstjórnar að leggja til hér í dag að farið verði af stað með uppbyggingu á stóru hringtorgi við Fitjabakka í sumar, líkt og umhverfis- og skipulagsráð lagði til, en auk þess verði farið í hönnun á nýju hringtorgi við Bergás Njarðarbraut sem verður minna en Fitjabakkar hringtorgið. Að sama skapi munum við halda áfram að fullum þunga að hanna og skipuleggja nýtt stórt hringtorg við Grænás ásamt undirgöngum fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur. Meirihluti bæjarstjórnar bindur allar vonir við að þessi framkvæmd geti farið af stað strax á næsta ári. En virðulegi forseti, afsaki ég löngmælt ef það orð, en mig langar að lesa hér upp bókun meirihluta bæjarstjórnar. Með leyfi forseta. Mikilvægt að leysa umferðarflæði Njarðarbraut sem allra fyrst. Umferðin veginn hefur aukist jafnt og þétt með fjölgun íbúa Reykjanesbæjar. Með aukinni umferð fylgir einnig aukin áhersla á öryggi gangandi og hjólandi vegfarenda. Fyrir bæjarstjórn liggur fyrir tillaga frá umhverfis- og skipulagsráði Reykjanesbæjar að hefjast handa við uppbyggingu á stóru 48 metra hringtorgi við Fitjatorg. Sú framkvæmd getur farið af stað í sumar, mun bæta umferðarflæði Njarðarbrautina og tekur við umferðarþunga Fitjabakka hverfið. Sú afstaða var samþykkt tvisvar af öllum fulltrúum umhverfis- og skipulagsráðs og studd af eflu umferðargreiningu og að mati sérfræðinga. Meirihluti bæjarstjórnar tekur undir þau sjónarmið og mun samþykkja tillögu ráðsins að hefjast handa við uppbyggingu hringtorgsins við Fitjabakka. Sú framkvæmd mun þó ekki leysa vandamál fyrir íbúa Ásahverfis sem komast seint út úr hverfinu sínu vegna mikillar umferðar. Eftir íbúafund kom bersýnilega í ljós að íbúar telja umferðarstýrljós við Bergás muni ekki bæta aðgengi íbúa hverfisins að Njarðarbraut. Til að leysa umferðarflæði frá Ásahverfi leggur meirihlutin til að reist verði annað hringtorg við Bergás sem verður þó minna í sniðum en hringtorgi við Fitjabakka. Með því leysum við umferðarflæði frá hverfinu,
sem væntanlega draga úr umferð íbúa yfir í Grænási. Auk þess mun meirihlutinn halda áfram forgangsröðun sinni á að bæta umferðina Grænási en það verkefni í hönnun nú þegar og mun fara af stað strax á næsta ári. Samhliða því stefna meirihlutans að setja undirgöng undir Grænási til að tryggja öryggi gangandi og hjólandi vegfarenda. Hringtorg við Njarðarbraut og Fitjabakka bara fyrsta skrefið í bætingu á þessu svæði til framtíðar. Með þessum miklu framkvæmdum munum við létta á umferðarflæðinu Njarðarbrautina, tryggja flæði umferðar frá Ásakverfinu og bæta umferðina Grænási. Þetta verður mikið framfaraskref fyrir Reykjanesbæ í heild sinni og undir þetta rita allir bæjarfulltrúar meirihlutans. Takk fyrir. Orðið laust. Guðbergur Einarsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Já, við erum í lið 5, hönnun gatnamóta Njarðarbrautar, Fitjabakka og Bergás. Í gær var fjölmennur og mjög góður íbúafundur lagningu hringtorgsins við Fitjabakka og Njarðarbraut og margar góðar hugmyndir og pælingar ræddar. Ég frá því ég kom í uppskráðið fengið að sjá margar útfærslur af því hvað sérfræðingar segja og alltaf þessu slegið á frest og nokkrum fundum síðar kemur önnur hugmynd, aðra pælingar og alltaf höfum við í uppskráðinu bókað að þessu verkefni þurfi að ljúka. Ég hef líka bent á að það þurfi að hanna svæðið allt í einni törn, setja tímalínu hvernig það unnið. Það galið að setja niður hringtorg og vera ekki búin að hugsa almennilega hvað að vera kringum það og ætla svo að fara að setja annað lítið hringtorg við hliðina á því. Ég næ ekki að sjá þetta alveg. Nú síðast var okkur kynnt ein leið og sérfræðingar sögðu að þetta væri besta leiðin og besta í þeim skilningi að hún fljótlegust og ódýrust. Hvernig sparað með því að henda niður hringtorgi og hugsa ekki alla Njarðarbrautina, frá bara Borgarvegi og alla leið út á Fitjar. Við höfum ekki fengið að sjá almennilega hvernig þetta allt hugsað, en það búið að tala mikið þetta. Við þetta tækifæri var okkur sagt að hugmynd væri að setja umferðarljós á Bergásinn við Njarðarbrautina og ég gat ekki samþykkt það og var tjáð að það væri ekki öruggt hvað þetta gera og það ætti eftir að þróa það. Í einfeldni minni þá hef ég alltaf þá trú að fólk sem velst til starfa fyrir sveitarfélagið vilji vel og treysti því að þetta yrði þá skoðað betur. Marga uskfundi hef ég, og fyrir ekki að ég segi usk, en þetta sem sagt umhverfis- og skipulagsráð, hef ég talað fyrir því að Bergásinn yrði lokaður við Grænásbrekkuna eða bara leyfð hægri beygja út úr Bergásnum af því að það mikil umferð þarna niður og það myndi minnka stórlega umferðina þarna niður, Bergásinn. Marga fundi hef ég reynt að benda á að umferðaröryggi ábótavant í Ásakverfinu og mér oft sagt að slaka á það sé verið að ræða þetta. Eftir að við fengum kynningu á þessu bráðabirgða hringtorgi fæ ég svo hringingu að það sé búið að bjóða það út og byrjaði að undirbúa svæðið. Ég hringdi í formann umhverfis- og skipulagsráðs og hann staðfesti við mig að við hefðum ekki samþykkt neitt, heldur hefði þetta verið kynning. Þannig að ég pældi svo sem ekkert meiri því og á næsta fundi áttum við svo að fá betri kynningu, að ég hélt, en fengum mynd af þessu hringtorgi við Fitjabakkann og þetta væri það stærsta í Reykjanesbæ og hitt væri bara ekki hægt af því að kostnaður og tími ekki með okkur enda risafyrirtæki að byggjast upp á Fitjabakka og áttu að opna í sumar og við verðum að klára þetta. Ég vil bæta því við að því að það alltaf verið að minnast á þungaflutninga. Það eru búin að vera þungaflutningar á Fitjabakka og Fitjabraut í mörg ár. Þarna vörumiðlun með
meir og minna alla vörurnar sem fara í Bíkó, þannig að þær byrja þarna. Þannig að þetta ekkit nýtt að þarna keyri vörubílar. Heildarsvæðið átti svo að vera hannað í framhaldi. Ég get ekki staðið á móti umferðaröryggi. Ég bara grunaði það aldrei að fyrirtækiseigendur og íbúar yrðu ekki spurðir. Þannig að auðvitað samþykkjum við að hleypa þessum málum áfram. En ef þið lesi fundargerðirnar, þá talað að A sé vænlegast og B sé ekki eins vænlegt. Og að öskráðið bókar að þessu sé flýtt, að þetta sé klárað. Ég hafði þá trú að íbúar og fyrirtækiseigendur fengju loka orðið og ef þau væru sátt, þá ég sáttur. En íbúarnir voru ekki sáttir og þeir risu upp og mér finnst einhvern veginn að keyra bara á hlutina eins og oftaður, án þess að leyfa þeim að ráða. Það var auglýstur íbúafundur 2 tímum áður en hann var haldinn. Mjög góður íbúafundur, 50 manns. Umræðurnar voru góðar, flestir, allir, lausnamiðaðir á þessum fundi. Mjög góður fundur. Og ég sammála þeirri hugmynd sem kom að við eigum að færa hringtorg í sunnar, tengja Bergásin við þetta sama hringtorg, þó það kosti meira og taki meiri tíma. Og ég legg því til að þessu verði frestað og sent aftur til umhverfis- og skipulagsráðs til betri hönnunar og tekin heildstæð hönnun á alla Njarðarbrautina frá Borgarvegi til Fitja. Og með leyfi forseta þá vil ég lesa upp bókun. Sjálfstæðisflokkurinn og Umbót lýsa ánægju sinni með fjölmennan íbúafund 2. júní síðastliðinn vegna hringtorgs við Fitjabakka Njarðarbraut. Eftir málefnilegar ábendingar íbúa og með hagsmuni þeirra sem og annarra íbúa Reykjanesbæjar og fyrirtækjaeigenda leggja Sjálfstæðisflokkurinn og Umbót eftirfarandi til. 1. Hafinn verði undirbúningur á hringtorgi sunnar en núna áætlað, þannig að það þjóni líka íbúum Ásahverfis og tefji síður umferð Njarðarbraut. 2. Farið verði strax á stað með hönnun á undirgöngum fyrir gangandi vegfarendur undir Grænásveg og kostnaðarmat gert. Kannað hvort möguleikir á að hliðra til með aðrar framkvæmdir hjá bænum þannig að hægt sé að fara í undirgöngin fyrir næsta skólaár með öryggi barna í Ásahverfi í huga. 3. Farið verði af stað í hönnun á Njarðarbraut og aðliggjandi vegum frá Borgarvegi að Fitjum þannig að heildarmynd verði skýrari. 4. Skoða möguleika á að loka tímabundi fyrir umferð frá Grænásvegi inn í Ásahverfið. Og undir þetta rita Guðbergur Reynisson, Margrét Sanders, Alexander Ragnarsson, Sjálfstæðisflokki og Margrét Þórarinsdóttir, Umbót. Kæra þakki fyrir. Og orðið áfram laust hönnun gatnamóta. Njarðarbraut á Fitjabakka Bergáss. Guðný Birna, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, kæru bæjarfulltrúar. Mig langar aðeins að bregðast við orðræðu bæjarfulltrúa Guðbergs Reynissonar sem var með okkur á íbúafundinum í gær sem var mjög góður, vil ég leyfa mér að segja aftur. Galið að hafa hringtorg hlið við hlið komstu inn á ef ég heyrði rétt í þér. Við erum með 3 hringtorg í röð frá í rauninni Íslandsbanka og upp að Reykjaneshöll. Það sem minna á milli hringtorga heldur en fyrirhugað þarna. Það gengur bara mjög vel umferðarflæði þar, ég veit ekki annað, þannig að galin hugmynd finnst mér það ekki. Varðandi framtíðarsýn svæðisins, við erum núna að vinna með svæði á Njarðarbrautinni frá Grænás að Fitjum. Við erum að einblína á það svæði út því að það kallar mest á okkar athygli. Þetta er risaverkefni og við byrjum þar. Það eru allar líkur á því að við getum farið á stað með bæði hringtorgin núna í sumar. Það er að segja
að við getum reist 48 metra hringtorg við Fitjabakka og beint umferðinni þaðan inn út úr hverfinu og samhliða því farið í hönnun og sett niður hringtorg við Bergás fyrir íbúa í Ásahverfi til að komast inn og út úr sínu hverfi. Þetta ættum við að geta leyst bæði í sumar á þessu ári, á meðan við höldum áfram með framtíðarsýn okkar sem er Grænás, sem er risastór akút framkvæmd, leyfi ég mér að sletta, herra forseti, út af því að þar er umferðarteppur milli 8 og 9 og frá 4 til 5 alla daga. Mér leiðir svolítið, herra forseti, og ég verð að taka það fram út af því ég hef heyrt það svo oft og kannski bara pirringurinn í mér orðið nú mikill. Þegar ég heyri því fleygt fram að við hefum ekki gert neitt í umferðaröryggismálum, þetta fer í taugarnar á mér, út af því að þetta er lygi. Getum við gert meira hraðar? Við myndum svo vilja gera það ef við ættum fulla vasapenningum, að sjálfsögðu. En bara á þessu svæði, frá Ásahverfinu að Njarðvíkurskóla, höfum við sett 30–35 milljónir í umferðaröryggi. Er það að gera ekkert? Fyrirgefðu, ég frábið mér svona vitleysu. 30–35 milljónir að girða af þetta göngusvæði yfir í Njarðvíkurskóla og uppbækku gangbraut þar yfir. Íbúar fengu vissulega orðið í gær og fyrir það er ég mjög þakklát að við frestum þessu máli, við tókum þá ákvörðun til þess að geta átt heiðvirkt og gott samtal og það var það. Við tókum tæplega 2 tíma fund í gær þar sem íbúar sögðu hvað þeim fannst og það var alveg augljóst að við erum í innviðaskuld við Ásahverfið. Leyfi ég mér að segja hér, herra forseti, verandi íbúi í þessu hverfi. Við erum að hugsa til framtíðar, við erum að taka einn hættulegasta bút af Njarðarbrautinni og byrja þar til þess að forgangsraða fjármunum. Ein tillagan var að setja þarna hringtorg og veg yfir hverfisverndarsvæði sem að besta gísk var á 120 milljónir. Þetta er betri lausn, við getum gert hana hraðar, við þurfum ekki að fara í deiliskipulagsvinnu sem tekur okkur marga mánuði og við tryggjum umferðaröryggi út úr hverfinu. Við höfum vissulega hlusta á íbúa, við erum að bregðast við því. Það er tillaga meirihlutans að gera þetta svona. Að færa veginn og tengja eitt hringtorg saman, ég spurði sérstaklega þessu í dag og ég er búin að vera að vinna að þessu máli í allan dag. Hvað getum við skoða, hvernig, hvað kostar þetta? Þetta er eina tillögunni sem var rætt í umhverfis- og skipulagsráði. Að bera þetta fram hér, þetta var rætt í ráðinu. Ekki metin hyggileg vegna legu vegarins frá Bergás. Þess vegna að fara að ræða aðra hluti. Takk fyrir og orðið er laust hönnun gatnamóta Njarðarbrautar og annað. Sigurrós Antonsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Já, ég ætla að koma einmitt aðeins að leggja í orði belg. Ég hugsaði einmitt líka að það var mjög gott að hafa einmitt ljós. Ég keyri þennan veg mörgur sinnum á dag og nótt. Og já, þetta var mjög góður fundur í gær. Ég var mætt þarna og að hlusta. Og þessi tillaga sem er borin upp núna með hringtorg á Bergás og Njarðarbraut, það er bara kom fram einmitt í gær frá íbúum, eða allan að mér heyrðist það. En að setja ljós, það er náttúrulega hrindir svolítið, já, það er náttúrulega bara, er kannski ekki mjög gott umferðarflæði. Ég var til að sjá hringtorg alla Njarðarbrautina, bara út í Njarðvík. Það eru 100 metrar eins og í Kórahverfinu í Kópavogi á milli hringtorga þar.
hringtorg, það miklu meiri umferðarflæði fyrir forgangsakstur lögreglubifreiðar heldur en ljós til dæmis. Þannig að mér finnst þetta bara að vera mjög góð lausn. Þetta lífæðin í bæjarfélaginu og líka kannski finnst mér líka hringtorg vera, það hefur verið þannig að þessi beini vegur, hann keyrður rosalega hratt. Þetta 50 gata og það eru nokkri sem að keyra þarna stundum vel yfir þann hraða. Þannig að auðvitað bara fínt. Mér finnst þetta bara góð lausn. Þannig að já, ég vildi bara koma svo á framfæri. Takk. Takk fyrir. Halldóra Fríða, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti. Já, ég held kannski svona aðalatriðið í þessu máli að leita leiða til þess að tryggja umferðarflæði og öryggi og líka tengingar þarna á milli og með það höfum við svolítið farið inn í þetta samtal eftir að afgreiðsla umhverfis- og skipulagsráðs lá líka fyrir. Og svona í mínum huga þá búið að meta þessa kosti til dæmis sem koma fram í bókun minnihluta og svona þær skýrslur og þær umræður sem ég hef hlustað og skýrslur sem ég hef lesið sem við fengum frá umferðarsérfræðingum, þær svona sýna fram á það að þær tillögur sé ekki endilega fýsilegu kostur eins og hér hefur komið fram. Í bókun meirihluta sem hér var lesin upp áðan að þá sérstaklega fjallað það að fara í gerð eða undirganga eða á íbúafundinum í gær var líka minnst á göngubrýr. Það eru ýmsar lausnir sem að við þurfum að hafa í huga til þess að tryggja að öryggi sé þarna með bestum hætti og við höfum auðvitað verið að taka skref til þess að gera betrumbæta þar á. Í bókuninni frá meirihluta kom líka fram að það þyrfti að róa því núna öllum árum að tryggja Grænahúshringtorgið verði tilbúið sem allra fyrst og ég held að við séum öll sammála það. Og ég ætla bara að segja líka að því að við vitum að það er ljóst að til framtíðar þá þurfum við að horfa á Njarðarbrautina sem þarna ákveðin lífæð í gegn og við erum auðvitað búin að vera að tala ýmsar aðra leiðir í tengslum við Reykjanesbrautina til dæmis og ofan Byggðavegi og annað en þetta allt saman skref sem inn í framtíðinni. En það líka með Njarðarbrautina að hún verði á einhverjum tímapunkti mögulega 2+1 vegur. Þannig að það eitthvað sem við erum ekki að sjá gerast á næstunni þannig að við þurfum að taka ákveðin skref til þess að tryggja flæði og öryggi þangað til. En ég náði því miður ekki að vera allan íbúafundinn í gær með Ásahverfinu en það sem ég tók allavega út úr honum og hann byrjaði af krafti sem flott og alltaf bara mjög gott fyrir okkur sem erum að vinna í þágu samfélagsins að þá þegar ég var búin að svona hugsa það sem ég heyrði þar og greina þá punkta sem ég setti þó allavega niður á blað að þá fannst mér í kjarnanum áhyggjur íbúa ekki endilega snúast þetta tiltekna hringtorg. Heldur fannst mér íbúar byrjuðu strax að tala það, þau sem hafa búið í Ásahverfinu í 20 ár, að þau sáu þá einhver heildamynd hverfisins sem hefur svo ekki raungerst. Þannig að þau töluðu meira það, að það var allavega mín upplifun, að þau vildu að hverfi yrði klárað og við vorum auðvitað búin líka, höfum gert það að senda erindi til íbúa til þess að kanna áhuga á því hvort að því að lóðir hafa ekki verið að fara þarna út og þar eigum við einhverja 37 held ég einbýlishúsalóðir að hvort að það væri hægt að gera einhverja breytingar á skipulagi til þess að tryggja þær lóð fari út þannig að þetta hverfi yrði fullbyggt og okkur hefur ekki alveg tekist að klára það en allavega þá komu þarna upp ákveðnir punktar sem ég held að við getum unnið mjög vel með íbúum í framhaldinu sem að tengjast
alls ekki hringtorginu og ég held að við þurfum bara að halda áfram að vera í þessu góða samtali við íbúa til þess að tryggja það að íbúum Ásahverfis, eins og ég mat það eftir gærdaginn, líði ekki eins og þau séu á einhverju eyðieyju inn í miðju sveitarfélagi. Því að það var það sem var nefnt, að þau væru svolítið afskipt og þau vildu betri tengingar. Og ég hef fulla trú á því að okkur takist að gera það og ég heyrði það líka að út úr fundinum kom þessi hugmynd til dæmis að bæta við þessu hringtorgi. Þannig að mér finnst það að vera brugðist hér hratt við að reyna að mæta þeim þörfum sem þar komu fram á óskum. En að lokum að þá langar mig bara að segja hér að mér þykir þó ansi ódýrt að hér sé bæjarfulltrúi, bæjarfulltrúi Guðbergur sem getur staðið hér og firra sig algjörlega ábyrgð af eigin ákvörðun. Að benda á einhvern annan og geta ekki staðið við þær ákvarðanir sem að hafa verið teknar þegar að það hentar ekki eða hentar, að mér finnst það í mesta falli mjög ódýrt. Takk fyrir, Guðbergur Reynisson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, mér finnst náttúrulega hundleiðilegt að við þurfum að vera að standa hérna yfirleitt og rífast þetta. Við erum hérna að tala umferðaröryggi fólks sem er búið að búa í Ásahverfi í 20 ár, búið að vera, eins og hér sagt, innilokað á eyju, senda börnin sín í skóla, í Njarðvíkurskóla, gangandi yfir þessa stærstu æð í gegnum bæinn. Eftir 2-3 ár þá verða þarna 15.000 bílar. Hér hefur verið sagt að það gangi vel á þjóðbrautinni að hafa hringtorgin bara klestunum hvort annað. Það er ekki svona mikið af bílum þar. Ekki eins mikið og og ég tala nú ekki þegar Bíkó, þessi stóra verslun, verður farin sunnar í bæinn. Þá eykst þessi umferð þarna. Ég verð að segja að við stöndum við þessa bókun sem við erum að segja. Ég að tala fyrir því að við einföldum þetta í eitt hringtorg og það virðist vera að allt snúist það að við verðum að drífa þetta af og þetta kosti sem minnst. En hvað kostar svona auka hringtorg? Við erum búið að skoða það. Það hleypur örugglega langt upp í kostnaðinn af þessum vegi sem við verðum að tala um. Og það að ég sé að firra með ábyrgð, ég hlýt að geta skipt um skoðun þegar ég er búin að sjá að þetta gangi ekki. Ég ætla að vona að bæjarfulltrúi Halldóra geti það líka. Þetta snýst umferðaröryggi á, getum við sagt að þetta sé umferðarmesta gata bæjarins, ég held það. Við þurfum að horfa á þetta miklu stærri mynd, hvernig við ætlum að þróa allt svæðið, en ekki setja eitt hringtorg og svo bara annað lítið við hliðina. Þetta er galið. En á léttari nótum að þá svitnaði ég smá þegar bæjarfulltrúi Sigurrós leit á mig þegar við vorum að tala um að fólk keyrði hratt þarna. Það er alltaf góð. Já, alls skulum við keyra á löglegum hraða, gott fólk. Orðið er áfram laust hönnun gatnamóta. Margrét Sanders, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Við hér, bæjarfulltrúar og umhverfis- og skipulagsráð erum martröð embættismanna. Við erum martröð embættismanna af því að við höfum verið að samþykkja ákveðna hluti og meirihlutin getur ekki fríað sig þar. Það er meirihluti og minnihluti. Það er búið að vera að samþykkja einhverja hluti og við erum að skipta um skoðun. En úr þessu kemur vonandi eitthvað betra. Þetta hófst á því og við vöknum við vondan draum þegar að framsóknarmaðurinn í hafnarstjórninni hjá okkur vakti athygli á þessari niðurstöðu með hringtorgið. Og upp varð fótur og fit
og það leyti sem þetta þá búið að bjóða þetta út. Þannig að starfsmenn ráðsins sitja í súpunni og formaður bæjarráðs að senda núna á framkvæmdastjóra umhverfis- og skipulagssviðs og spyrja hvort þetta sé rétt og ég ætla að vona að ég sé ekki að fara eða snúa úr staðreyndum. En það sem stendur upp úr að niðurstaðan virðist vera hjá meirihlutanum að búa til lítið gegnum keyrslu hringtorg fyrir íbúa Ásahverfis og þá allt í góðu. Það búið að redda þessu. Það liggur svo mikið á þessu að sem eflaust rétt að það liggur á að breyta Njarðarbrautinni frá Fitjabakka og að Fitjum. En við erum að tala nú ég bara að taka það sem ég heyrði á fundinum í gær, við erum að tala 9 til 10 mánuði breytingu á aðalskipulagi og deiliskipulagi og kostnað sem enginn veit. Það var ekki inn í kostnaðaráætlun í gær hvað kostaði ljósin sem áttu að vera, vinstri beygju ljósin sem áttu að vera með nema eða viðbót við veginn sem áttu að koma niður Ásabrautina, úr Ásahverfinum fyrirgefinni. Þannig að það var ekki inni. En það sem að fór mest í taugarnar á mér í gær var þessi dásemd sem menn voru að tala með drullu svaði sem þarna þar sem steypistöðin var. Ég bara skil ekki þetta svakalega útivistarsvæði sem átti að vera akkurat á reit steypistöðunar og reyni ekki að segja mér að þetta sé eitthvað dásamlegt svæði. Ég tók þátt að hluta til í því að það yrði farið fram á mikla rannsóknir á Fitjasvæðinu á sínum tíma. Þetta eitt af fallegustu og margbreytilegustu útivistarsvæðum í Reykjanesbæ. En það hefur alltaf verið talað það útivistarsvæði að það hefjist hinum megin við veginn þar sem steypistöðin var. En nú allt í einu steypistöðaplanið orðið eitthvað aðalsvæði þarna. Að það má ekki hrófla við og það má ekki koma vegur þar. Það var eitt af rökunum sem stóðu eftir í gær. Það liggur á þessu, það rétt. Og væntanlega, og við erum að fá frábært fyrirtæki, Bíkó og Krónuna, þarna, á þessu svæði. Og þeir vilja auðvitað greiðar samgöngur. Og þessi hringlandaháttur í okkur ekki að hjálpa. En við skulum átta okkur á því að það verið að byggja þetta. Hvað tekur marga mánuði að koma sér í gagnið? Nú þegar geta allir þeir aðilar sem að koma þarna byggt hægri beygju á nokkurra vandkvæða og þeir sem eru í innra hverfinu og að fara annað, þeir geta tekið hægri beygju og tekið hringtorgið sem hjá Fitjabakka og þar. Það fyrirgefið ekki Fitjabakka heldur við, ég búin að vera að tala Fitjabakka sem þarna, það Fitjabakki og Bergur sem þar sem aðeins lengri en Herðabrú og Skjaldbreið, ég Njarðvíkingur man ekki almennilega nafnið á þeirri götu. En þar vandræðar umferðin við erum í vandræðum með umferðina niður Grænásbrekkuna og inn á Njarðarbrautina og við erum með lítið hringtorg aðeins lengra þar. Herðabrú og Skjaldbreið að þvælast þarna fyrir okkur. Og þetta og embættismennirnir eru ekki öfundsverðir að reyna að finna út úr og ráðleggja okkur hvað á að gera þar. Það verður bara að segjast alveg eins og Það sem versta í þessu eru gangandi vegfarendur og mér brá dálítið í gær, fundurinn var frábær í gær, að ef við horfum á þetta vandræða hringtorg sem á að koma eða eitthvað annar sem á að koma þarna stórt hringtorg frá Grænásbrekku og tengja það hinu hringtorginu og svo framvegis, að þá eru menn væntanlega að tala undirgöng þar, af því að það gönguleið. Það eru margir að hjóla og ganga og laupa frá ytri Njarðvík og inn á Fitjarnar. Það mjög langt í þetta. Þetta verður ekkert næstu 3-4 ári. Og ætlum við þá að
horfa til að Ásahverfið verður bara að bíða með öryggismálin varðandi börnin þar, búin að bíða í 20 ár sem kom einmitt vel fram á þessum fundi og þess vegna með öllum fyrirvörum og ég passaði orðalagi mjög vel í þessum öðrum hluta sem eru með þarna að farið verður strax af stað með hönnun á undirgöngum fyrir gangandi vegfarendur undir Grænásveg. Við erum ekkert endilega að tala um það þarna, vegna þess að ég held bara að það sé óraunhæft ef við erum að fara að hanna hringtorgið og það verður væntanlega til framtíðar. Kannski er þetta bara allt og kostnaðarsamt til þess að fara að gera einhvað önnur undirgöng, en eftir að hafa heyrt í öðrum sveitarfélögum þá hafa verið gerð lítil undirgöng með mjög litlum tilkostnaði og það er kannski hægt að hafa það aðeins ofar og þá er allavega Reykjanesbær búin að gera þá eitthvað eins og maður segir, þannig að það myndi þá koma fyrir ofan og þar sem Njarðvíkurskógarnir eru eða þar sem útivistarsvæði er. Það gæti verið en þetta þarf bara að skoða og það er ekki hægt að segja við leggjum til. Það væri mjög skrítið að bæjarfulltrúar standi hér og koma með einhverjar tillögur sem að menn eru búin að vera að liggja yfir, en ég held að þessi öryggismál og fyrir gangandi vegfarendur úr Ásahverfinu geti ekki beðið öll þessi ár sem að þetta hringtorg, þetta stóra hringtorg kemur í gagnið. En allavega það verði skoðað. Eins teljum við að þessi heildarmynd, þetta er vandræðagangur og það skrifast alveg eins á okkur í minnihlutanum eins og ykkur og ég vil alls ekki vera að benda eitthvað á starfsfólki því að það er alltaf í vandræðum því að við erum með dálítið hringlandahátt í þessu. Ég verð að segja að meiri hlutanum til hrós, þráttur að mér hugnist það alls ekki sem þau eru að segja, að þetta gegnum kyrslu hringtorg sem að þið eru að tala að það er þó einhvað. Það er þó einhvað, þrátt fyrir að mér finnst þetta, að ég segja bara, skítaredding, en það er allavega betur en ekki neitt. Þannig en við stöndum við þessa bókun og ég óska eftir því að forseti myndi lesa upp þessa bókun og það verður þá hafnað að skoða og fara yfir þetta sem við erum með. Spurning kom til að fresta málinu, hvort við séum að taka það fyrir Já. Viljið þið taka bókunum sérstaklega? Eða við getum líka bara samþykkt það að þetta verður tekið til efnislegrar umræðu. Það er aðalatriði sem við vorum að reyna að setja þarna málefnalega tillögur upp til þess að við myndum þá sameiginlega geta fundið einhverja lausn og það er einmitt með gangandi vegfarendurna sérstaklega sem mér mjög umhugað í þessari bókun okkar. En aftur bara einstaklega gott hjá okkur að halda þennan íbúafund og við verðum bara að passa okkur næst að auglýsa fundina. Það var eiginlega tilviljun að fólki vissi af fundinum, að það var aðili sem við þekkjum sem að setti þetta fram og sendi til íbúa bæjarins að það væri íbúafundur. En við þurfum kannski einhvern veginn að eiga samskipti þannig að við auglýsum betur svona íbúafundi en hrós á þá sem að ákváðu að halda hana íbúafund og þessi íbúafundur fór fram. Bara takk fyrir það. Kæra þakki fyrir Margrét. Hún myndist ná hérna í upphafi að við getum oft verið martröð embættismanna. Ég hef oft verið talað um mig sem draum embættismanna, en það er nú önnur saga. Heyrið gott fólk, orðið er áfram laust málefni sem er til umræðu, hönnun gatnamóta Njarðarbrautar, Fitjabakka og Bergás. Fleiri sem óskar að taka til máls. Ok, áður en við göngum til atkvæðagreiðslu, þá vil ég fá að gera hérna stutt fundarhlé til þess að tryggja sameiginlega skilninga á hvernig afgreiðum málið áfram. Er það klart?
Kæru bæjarfulltrúar, þá fundarhléi lokið. Þar sem við vorum aðeins að fara yfir það innan bæjarstjórnar hvernig við komum til með að bera upp til atkvæðagreiðslu annað mál og fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 9. maí 2025. Í umræðum á fundinum hefur nú komið í ljós að það mikill samhljómur með mörgu af því sem að að ræða þarna, sama í hvaða flokk fólk sett og mikill vilji hjá öllum bæjarfulltrúum til þess að mæta þeim ábendingum sem hafa komið fram frá íbúum og að sjálfsögðu líka að styðja við þær framkvæmdir sem að búið að vera í vinnslu hjá umhverfis- og skipulagsráði í mjög langan tíma. Það liggur ein tillaga að málinu verið frestað og vísað aftur til umhverfis- og skipulagsráðs sem að mig langar að byrja á því að bera hérna upp til atkvæðagreiðslu. Þeir sem samþykkja að fresta málinu og vísa því aftur til umhverfis- og skipulagsráðs vinsamlega skrifi merki. Og þeir sem eru á móti því, og það eru 4 bæjarfulltrúar á móti, 7 bæjarfulltrúar á móti og 4 bæjarfulltrúar sem samþykkja það að fresta málinu. Þá eru komin að næsta afgreiðslu lið í þessu sem snýr síðan að þá afgreiðslu umhverfis- og skipulagsráðs. Og það eru 3 þættir þarna sem við höfum svolítið auðkennt úr umræðinu og því sem við ætlum að ganga til atkvæða hér. Fyrir það fyrsta það náttúrulega svona kannski aðal kjarnin í því sem að ræða. Það að farið verði í það að reisa fyrirliggjandi hringtorg við Fitjabakka. Og mig langar að bera upp til samþykktar á fundinum og spyr fundin samþykkið að farið verði í framkvæmd á fyrirliggjandi hringtorgi við Fitjabakka í samræmi við tillögu umhverfis- og skipulagsráðs. Þessu samþykkt geta vinsamlega skrifa merki. Og þeir sem eru á móti eða sitja hjá, það eru 7 sem eru samþykk og 4 á móti. Í annan stað umhverfis- og skipulagsráði lagt til við umhverfis- og skipulagsráð að reisa annar hringtorg við Bergás. Þeir sem samþykkt geta, það eru 7 sem samþykkja, þeir sem eru á móti að sitja hjá, það eru 4 sem sitja hjá. Og í þriðja lagi að þá vill bæjarstjórn fela umhverfis- og skipulagsráði að hefja hönnun undirgangna við Grænás. Þeir sem samþykkt geta vinsamlega skrifa merki. Það samþykkt 11-0. Og þar með höfum við lokið afgreiðslu á þessu dagskrármáli á fundinum og erum þá komin í 7. mál, staða í leikskólum, svör við fyrirspurn. Á síðasta fundi lögðu bæjarfulltrúarnir Guðbergur Reynisson, Margrét Sanders og Helga Jóhanna Oddsdóttir fram fyrirspurn í 7 liðum stöðuna í leikskólum Reykjanesbæjar. Og til að svara fyrirspurninni vill ég bjóða bæjarfulltrúan og formann menntaráðs, Sverrir Bergmann Magnússon, velkomin í pontu, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, svo ég endurtaki á svo sagðir og síðasta fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar lögðu bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins fram 7 spurningar varða þjónustuskerðingu sem orðið hefur í leikskólum Reykjanesbæjar sökum undirmönnunar á tímabilinu 1. september 2024 til 1. maí 2025. Ég mun nú með leyfi forseta lesa upp þær spurningar ásamt svörum leikskólafulltrúa Reykjanesbæjar við þeim. Fyrsta spurning: hvaða leikskólar hafa þurft að loka deildum vegna manneklu? 3 leikskólar af 12 hafa þurft að skerða þjónustu á umræddu tímabili vegna undirmönnunar en það eru leikskólarnir Hjallatún, Heiðarsel og Stapaleikskóli. Spurning 2: hversu oft hafa þessi leikskólar þurft að loka deildum þar sem af skólaárinu? Hjallatún hefur þurft að skerða þjónustu í alls 3 skipti, 1 skipti á haustönn 2024 og 2 skipti á vorönn 2025. Heiðarsel hefur þurft að skerða þjónustu í alls 17 skipti. Öll skipti á haustönn 2024 fyrir utan 1 sem var í janúar 2025. Stapaleikskóli hefur þurft að skerða þjónustu í alls 12 skipti, 3 skipti á haustönn 2024 og svo 9 skipti á vorönn 2025. Þriðja spurning: hversu lengi hefur hver lokun varað? Hjallatún hefur einu sinni þurft að skerða þjónustu á einni deild í heilan dag, 2 klukkustundir annan dag og 5 klukkustundir þann þriðja, samtals 3 tilvik. Heiðarsel hefur 4 sinnum þurft að hafa eina deild heima heilan dag, 4 klukkustundir 7 daga, 5 klukkustundir 3 daga og svo 6 klukkustundir 3 daga.
Athugið að í hverju tilviki er að ræða skerta þjónustu á einni deild, samtals 17 tilvik í Heiðarseli. Alls 10 sinnum hefur Stapa leikskóli þurft að hafa eina deild heima í heilan dag og 2 sinnum í 4 klukkustundir, samtals 12 tilvik. Ávallt er reynt að gæta þess að skerðing komi jafnt niður á öllum deildum í leikskólum til að jafna út álag á foreldra eins og hægt er. Heildar dagafjöldi þar sem þjónustu skerðingu er að ræða segir því ekki til hversu oft tiltekin börn verða fyrir skerðingu. Sem dæmi hefur ekkert barn í Stapa leikskóla orðið fyrir þjónustu skerðingu vegna undirmönnunar oftar en 4 sinnum á umræddu tímabili þó að heildarfjöldi tilvika sé 12. Spurning 4. Hverjar voru orsakir manneklunar í hverju tilviki? Orsakir skerðingar á vistunartíma má aðallega rekja til veikinda starfsfólks. Aðrir áhugavaldar eru betri vinnutími en hver starfsmaður á uppsafnaða 11 daga á ári fyrir utan skráningardaga. Svo er orlof en allir starfsmenn leikskóla eiga 30 daga á ári og svo er það nemar í leikskólakennarafræðum sem eru með námssamning við sveitafélagið þeir þurfa að fara í 1 til 2 daga í viku í námslotur. Spurning 5. Hvernig hefur verið brugðist við að hálfu Reykjanesbæjar í hvert sinn? Leikskólastjórar þurfa alltaf að vera í samráði við leikskólafulltrúa vegna skerðingar og vinna eftir verklagsreglum vegna undirmönnunar sem samþykktar voru í fræðsluráði Reykjanesbæjar árið 2018. Skjalið fylgir það með undir þessu máli. Rétt er að taka fram að öryggi barna er alltaf haft í leiðarljósi þegar að mannekla er. Spurning 6. Að hvaða lausnum vinnur Reykjanesbær við að leysa vandann til skamms tíma? Unnið er eftir samþykktum verklagsreglum vegna undirmönnunar í leikskólum Reykjanesbæjar. Leikskólafulltrúi fundar með stjórnendur leikskóla þar sem farið er yfir málin og leitað lausna. Spurning 7. Að hvaða lausnum vinnur Reykjanesbær til að leysa vandann til frambúðar? Svarið er mannauðsráðgjafi Reykjanesbæjar hefur komið að málum, til dæmis þar sem veikindi starfsfólks hafa valdið miklum fjarvistum. Stjórnendur skoða alla sína innviði í leikskólum og fara yfir hvað er hægt að gera til að skapa stöðuleika. Rétt er að geta þess að frá síðustu áramótum hafa foreldrar ekki þurft að greiða fyrir þann tíma sem þjónustu skerðing varir. Svo langar mig, hérna líkur erindi frá leikskólafulltrú og ég vil svo bara bæta við að á næsta fundi menntaráðs verður svo farið yfir þetta verklag vegna undirmönnun leikskóla en hann er einmitt næsta föstudag, 7. júní. Takk. Kæra þakki fyrir. Einhver sem vil taka okkur til máls þessi svör? Margrét Sanders, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góði gestir. Það kom okkur á óvart í sjálfu sér eins og okkur heyrðist einmitt þarna á síðasta bæjarstjórnarfundi þegar við vorum með þessar fyrirspurnir að það væru þetta mikla skerðingar. Við vorum búin að fá upplýsingar frá foreldrum og þolinmæði foreldra er ótrúlega mikil af því að það bara svona í restina sem að við fórum að heyra kvartanir. Við vitum það að allir starfsmenn leikskóla eru með 30 daga í sumarfrí. Leikskólar eru lokaðir stóra hluta af því en ekki 30 daga. Við vitum að það er stytting vinnuvikunar eða betri vinnutími eins og kallað er. Það hefur áhrif. Við vitum að við erum með nema í leikskólafræðum og við höfum gagnrýnt bara sameiginlega að ekki sé nám fyrir þessa aðila nema á opnunartíma leikskóla. Að það sé ekki hægt að vinna meira með sveitarfélögunum og því fólki sem er í náminu. Og síðan er þessi 22 dagar sem við vorum að tala með betri vinnutíman, en við fórum í það að foreldrar skrái börnin sín að hluta til í leikskóla, þannig að við gátum lokað leikskólum og tekið hluta af þessari styttingu, þessum 22 dögum, þannig að 11 sátu eftir. Maður hefði haldið að það hefði lagast
og allavega að Heiðasel hefur þurft að skerða þjónustu í 17 skipti og 16 af þeim eru fyrir áramótin, þannig að væntanlega hefur eitthvað lagað svona þegar að þetta breyttist. Og þess meiri vonbrigði að sjá að Stapaleikskólinn hefur þurft að skerða þjónustu í alls 12 skipti. Það er sérstaklega tekið fram í minnisblaðinu að ekkert barn hafi orðið fyrir meiri skerðing en 4 daga og eftir okkar bestu upplýsingum það hefur orðið eitthvað meira en klárlega ekki í 12 skipti eins og heildarskerðing er. En við skulum athuga það að foreldrar leikskólabarna eru, ef við segjum, þeir eru væntanlega með 5 til 6 vikur í sumarfrí og leikskólar eru lokaðir að mig minnir 5 vikur og síðan eru starfsdagar og síðan eru lokaðirnar. Þannig að við vitum að vandræðaástand hefur komið upp. Það er mikilvægt fyrir okkur hér í bæjarstjórn að bregðast við og hverjir eru best til þess fallnir? Það er menntaráð og starfsfólk í samvinnu og fagna í því sem kom fram frá bæjarfulltrúa Sverri að þetta verði tekið fyrir á næsta fundi. En við sjálfstæðismenn erum hérna með bókun og í rauninni hefur Sverrir brugðist við, bæjarfulltrúi Sverrir brugðist við einu af því sem kemur fram. En það sem við mættum alveg skoða betur að í stað þess að sætta okkur við þetta er eitthvað annað sem við getum gert. Þurfum við eins og dæmi eru annars staðar að vera með flakkara svokallaða sem eru útkallsfólk þannig að þetta er ansi dýrt spaug að dag eftir dag eins og gerðist á vorun í Stapaskóla að það skuli vera skerðingar. En bókunin er eftirfarandi með leyfi forseta og hefur verið send til ritara. Á síðasta bæjarstjórnarfundi var Sjálfstæðisflokkurinn með fyrirspurn þjónustuskerðingar sem hafa orðið í leikskólum Reykjanesbæjar veturinn 2024 til 2025. Sjálfstæðisflokkurinn undrast hversu mikil þjónustuskerðing hefur orðið, sérstaklega í Heiðarseli og Stapaskóla, án þess að bæjarfulltrúar hafi haft vitneskju málið. Mig langar að stoppa hér og afsakið það. Það hefur verið nefnt í menntaráði að hafi komið til skerðingar en þetta hefur ekki verið á dagskrá og ekki tekið föstum tökum og þess vegna fögnum við því sem bæjarfulltrúi Sverrir nefndi áðan, að þetta fari á og verði á dagskrá. En svo ég haldi áfram. Í Heiðarseli hefur þjónusta verið skert í alls 17 skipti í heild, þar af 16 skipti á haustmánuðum 2024. Stapaleikskóli hefur í heild skert þjónustu í alls 12 skipti, þar af 9 skipti á vorun. Þrátt fyrir að stjórnendur hafi reynt að láta skerðinguna bitna sem minnst á börnum og fjölskyldum, þá hefur þessi skerðing oft á tíðum verið með litlum sem engum fyrirvara og telur Sjálfstæðisflokkurinn ástæða til að fari sér sérstaklega við máli í menntaráði og skoða hvernig hægt er að bregðast við þannig að ekki komi til skerðingar. Og undir þetta rita Margrét Sanders, Guðbergur Reynisson og Alexander Ragnarsson, Sjálfstæðisflokki. Takk fyrir þetta. Orðið er áfram laust. Guðný Birna, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti og kæru bæjarfulltrúar. Mér skilda að koma inn upp og ræða þetta mál. Kannski bara til að segja það hér vil ég minna á að við erum með menntaráð Reykjanesbæjar sem er með 5 kjörna fulltrúa úr flestum flokkum. Í menntaráði sitja fleiri áheyrnarfulltrúar en í öllum öðrum ráðum Reykjanesbæjar. Þar situr fagfólk sem taldi ekki sérstaklega þörf á að flagga þessum aðstæðum enda eflaust eitthvað sem kemur upp af og til í öllum sveitarfélögum. Þannig er ég ekki að gera lítið úr ástandi þess að þessar skerðingar séu en þær koma vissulega fram. Fólk á leikskóla verður veikt eins og annað fólk.
Pólitískt kjörnir fulltrúar eru ekki í daglegum rekstri sveitarfélaga og því kannski eðlilegt að þessar upplýsingar hafi ekki verið ræddar sérstaklega í menntaráði. En við getum lagað hluti. Það alveg víst. Leikskólar Reykjanesbæjar eru með fáliðunarstefnu sem á að taka slíkum aðstæðum þegar þær koma fram. Hér búið að fara yfir af bæjarfulltrúa Sverrir Bergmann, formanni menntaráðs, hvernig var brugðist við til að láta þessar skerðingar koma sem síst fram fyrir börnin. En ég fagna því að þessar upplýsingar séu komnar hér fram því þetta eitthvað sem við getum rýnt til að laga ástandið. Við höfum eflaust öll séð mikla fréttir frá Reykjavík og gengur erfiðlega að manna leikskólana þar. Við höfum sem betur fer ekki verið þar. Við höfum verið með þétt net af góðu starfsfólki sem hefur verið hjá okkur. Og við höfum reynt eins og hægt allavega sérstaklega á þessu kjörtímabili að taka góð og mikil skref í þessum málaflokk þar sem við erum meðal annars að styrkja leikskólaliða sem eru í námi til leikskólakennara. Við lokum okkar leikskóla milli jóla og nýjárs og höfum gert í nokkur ár. Við samræmdum skólafrí milli leik-, grunnskóla og fjölbrautaskóla og með því náðum við einnig inn styttingu vinnuvikunar sem var orðið verulegt vandamál, hvernig ætti að bregðast við því. Þannig að við höfum vissulega tekið vel í allar þær tillögur sem hafa verið lagðar til og okkar formaður menntaráðs setti saman starfshóp með leikskólakennurum og stjórnendum til að fara yfir hvað við getum gert. Þannig að við höfum vissulega lagt okkur fram við að styrkja þessa starfsstétt hér hjá okkur í Reykjanesbæ. Ég vil líka minnast að það við erum að opna 3 nýja leikskóla sem við höfum sett mikið púður í. Við tekið okkur tíma og mikinn tilkostnað til þess einmitt að bregðast við því hversu rosalega mörg börn við eigum hér í Reykjanesbæ og því ber að fagna. En við þurfum að laða til okkar meiri fagfólk og við munum bregðast við því eins og formaður menntaráðs kom hér inn á. Þetta á dagskrá hjá honum á föstudaginn. Þannig að þetta eitthvað sem við munum bregðast við og bara fínt að taka það fram hér, en þetta ekkert eiland vandamál Reykjanesbæjar, svo það sé sagt. Takk hérlega fyrir og orðið áfram laust. Margrét Sanders, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Ég var áðan að fagna því að formaður menntaráðs, Sverrir Bergmann, myndi taka þetta fyrir á næsta fundi menntaráðs og þess vegna undrast ég viðbrögð bæjarfulltrúar Guðnýjar Birnu eins og að þetta sé nú annars staðar og að við höfum nú heyrt þetta, það hefur verið rætt, eins og að við skyldum voga okkur að ræða þetta bara, hreinlega, eða koma þessu á dagskrá. Þetta ekkert í lagi og við ætlum að ræða þetta saman og vonandi að finna lausn. Ég vona allavega og trúi því að okkur finnst þetta bara þannig að við viljum bæta þetta. Og það líka umhugsunarefni að þetta í fáum leikskólum en ekki öðrum og hvað veldur og meira álag þar, eru fleiri í námi og svo framvegis. Þetta bara greining sem við munum taka vonandi, eða mér heyrðist það á formanni menntaráðs og það gott. Það verður að segjast eins og að það hefur verið vonbrigði hvað gengið hefur hægt að fjölga leikskólum. En leikskólakennarar hafa sagt við okkur, það ekki nóg að fjölga leikskólum, okkur vantar meira fólk. Og þarna mættu við gera betur, Reykjanesbær, en þar má líka menntastofnanir sem eru að mennta leikskólakennara gera betur. Og það eitthvað sem við vorum að vonast eftir að Keilir myndi fara í nám og vera þá með meiri sveigjanleika í náminu heldur en í dag. Að við skulum, ef við erum að fjölga leikskólakennurum á svæðinu, að þá sitjum við uppi með deildir sem eru illa mannaðar og við þurfum að fara að senda börn heim. Það bara einhvað sem gengur bara alls ekki upp. Við erum ekki að fjölga 3 leikskóla, eða allavega held ég ekki,
því að Aspalaut að koma í staðinn fyrir annan leikskóla, þannig að ég lít allavega þannig á að við séum að fjölga þá 2. En vonandi, og ég held að við vonum það öll, að aldur barna í Reykjanesbæ, að það lækki, að við verðum þannig að við verðum samkeppnishæf við önnur sveitarfélög að svipaðri stærðargráðu. En í dag, samkvæmt því sem að ég las í Morgunblaðinu og kemur fram í svari leikskólafulltrúa Reykjanesbæjar, eru börn á aldrinum 20 til 29 mánaða þegar þau komast inn í leikskóla í Reykjanesbæ og mun yngri í öðrum sveitarfélögum. En þetta er vonandi að batna. Takk fyrir þetta. Bara mjög góðar umræður. Og við skal aðeins að leggja smá orð í belgi í þeim líka. Og mér finnst áhugavert sem að, eða kannski til að halda hlutu til haga. Hér nefnir bæjarfulltrúi Margrét að það hefði valdið okkur öllum vonbrigðum hvað það gengi hægt að fjölga leikskólum hérna. Ég held að ef við ætlum að gæta sanngirni í þessar umræðu, að þá þurfum við að horfa til þess hvernig hefur íbúaþróun eiginlega verið hérna, Það var rýnt heilt nágrannasveitarfélag hérna og það er fullt af fólki sem flutti hérna inn. Og ég er sannfærður það ef við varum ekki að mæta þeim áföllum sem við varum að mæta hérna undanfarið, að þá varum við búin að ná enn meiri árangur í því að taka inn yngri börn í leikskólan. Og í þessu samhengi að horfa á húsnæðin sem eru tekin til, að mér finnst umræðan alltaf verða miklu betri þegar við tölum fjöldi plássa sem eru til staðar í sveitarfélaginu og hvernig þau hafa þróast. Því að til dæmis eins og leikskólinn Tjarnarsel, það er ekki búið að byggja heila nýjan leikskóla en það er búið að fjölga plássum þar töluvert með því að færa starfseiningar þar undir. Og mér langar líka bara til þess að í ljósið þessa minnisblað þarna og annað, kannski þurfum við bara að taka samtalið það býtu hver á uppitími þessara þjónustu að vera. Hvað er ásættanlegt og hvað ekki? Viljum við að þetta flaski aldrei? Já, að sjálfsögðu. Er það hreinlega bara raunhæft? Þegar fyrirvarnir sá að fólk boða veikindi til vinnu og það verður fleiri en 1 og fleiri en 2 og fleiri en 3 sem að kallar það náttúrulega á það að sé verklag og viðbrögð til staðar eins og á fjallum í menntaráði á föstudaginn, því þetta er viðkvæm þjónusta. Við erum með hóp af fólki sem er að nýta þessa þjónustu eða ungum börnum bara sem er ekki hægt að bjóða upp á hvað sem er og það þarf að hugsa öryggi þeirra líka. Og það hvernig þeir sem eru af starfi í leikskólum hafa tekist á þessa hluti, held ég að sé bara heilt yfir mjög gott, því að við erum að tala örfáa klukkutíma í stóra samhenginu og myndi taka alla klukkutímana sem að leikskólanir eru opnir okkar einstu deild og deila þetta niður, þú fengi mjög góðan uppitíma á þjónustunni. Og það sem þarf kannski líka að hafa í huga í þessar umræðu að fyrir áramót þá stóð starfsstétt kennara í einhverju hatrumustu kjaradeilu sem hefur nokkurn tíman átt sér stað í seinni tíma. Og það hefur vafalaust haft einhver áhrif á það hvernig stað þessa mál er. En orðið er áfram laust þetta málefni. Halldóra Fríða, gjörðu svo vel. Svo Guðný. Já, virðulegi forseti, mig langar að koma aðeins inn á blaðagreinina sem bæjarfulltrúi Margrét Sanders vísar hér í. Þar sem að ég óskaði nú líka eftir að fá bara smá upplýsingar þetta og ég veit að það liggur fyrir beiðni frá bæjarfulltrúum svör við innritunaraldri barna í leikskóla í Reykjanesbæ og ég veit að nú er unnið að því hörðum höndum að svara þeim spurningum og vænti ég þess að þau verði lögð fram, þau svör á næsta bæjarstjórnarfundi sem að við munum fjallum hér á eftir hvenær verður haldinn. En í þessari grein sem hér var minnst á, sem birtist í Morgunblaðinu, þá er talað að innritunaraldur barna í Reykjanesbæ sé á bilinu 20 til 29 mánuðir. Og þar er fullyrt að það sé mun lægri aldur barna í öðrum sveitarfélögum. En mér var bent á það að þar er eingöngu stuðst við lægri aldur. Það er ekki sama aldursbil nota. Þetta er eins og að í fréttinni hefur komið fram innritunar aldur í Reykjanesbæ eru 20 mánuðir en í Reykjavík 18 mánuðir. Þannig að þar munar 2 mánuðum. Þannig að það hefði verið mjög gott í þeim upplýsingum að fá aldursbili líka í öðrum sveitarfélögum.
Þó ég segi þetta þá ég ekki að leggja blessun mína eða neins hér eflaust yfir það að innritunaraldur sé hærri í Reykjanesbæ því við erum að vinna að því að lækka hann eins og við mögulega getum. En þegar við erum að bera saman svona tölur að þá mjög mikilvægt að við séum að bera saman epli og epli. Takk fyrir, Guðný Birna Guðmundsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ég ekki að reyna að stefni að vera ræðu drottning kvöldsins en lengi getur maður áfram reynt. Mér langaði bara að koma hérna upp út af því að bæjarfulltrúi Margrét Sanders kom upp hérna eftir mér og fannst ég hafa móðgað sig eða eitthvað slíkt. En ég sagði orðrétt hér í ræðu minni áðan, ég fagna því að þessar upplýsingar séu komnar hér fram því þetta eitthvað sem við getum rýnt nánar til að laga ástandið. Og það formaður menntaráðs að fara að gera á föstudaginn. Þannig að ég segi það að fleiri sveitarfélögum hafi gengið illa að manna sína leikskóla sem alls ekki gleðiefni fyrir neinn, að þá tók ég það fram sem að við erum greinilega að fást við líka. En þetta eitthvað sem við munum rýna nánar til þess að við getum lagað þetta og ég benti líka á þær aðgerðir sem við höfum þegar farið í til þess að reyna að liðka fyrir mönnun í okkar frábæru leikskólum. Svo það sé sagt. Kæra þakki fyrir. Orðið áfram laust. Það ekki fleiri sem óskar eftir að taka til máls og við höldum þá áfram og vindum okkur í 7. mál sem fráveitu samþykkt Reykjanesbæjar seinni umræða. Orðið laust. Margrét Sanders, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðu gestir, sem sérlegur áhugamaður frávitur, ekki. En mér langar til að spyrja bæjarstjóra hvort að við gætum fengið upplýsingar varðandi þessar samþykktir að hvort það sé búið að lagfæra það sem að við gerum athugasemdir við að við værum ekki að ganga lengra en lögin gera ráð fyrir og almennt hjá sveitarfélögum. Það reyndist vera í einhverjum tilfellum og þá búið að draga það tilbaka. Þannig að ég sé þá í góðri trú að samþykkja þessar samþykktir segja, þannig að við séum að fylgja því sem almennt hjá sveitarfélögum og lögin gera ráð fyrir. Takk. Ég get, farið með gamanmála með hann eða ykkur aðrir sem að orðið áfram laust. Bæjarstjóri að leita að gögnum málsins til þess að geta svarað. Ykkur fleiri sem vilja taka til máls? Halldóra Fríða, gjörðu svo vel. Afsakið þetta, það stundum þegar maður leitar að svörum í tölvu og þá tekur það aðeins lengri tíma en 3 sekúndur. En virðulegi forseti, við sendum hann Aron Heiðar sem fráveitustjóri Reykjanesbæjar, hann fékk punkta frá okkur af fundi bæjarráðs og hann sendi mér svör við því og ég sendi þau svör áfram til bæjarstjórnar þann 20. maí síðastliðinn. Og hann svaraði þeim athugasemdum sem þar komu fram og af því hér var spurt hvort að það væru einhverjar kvaðir í fráveitusamþykkt sem ræðir, hvort þær væru umfram kvaðir í fráveitusamþykktum annarra sveitarfélaga og hann tekur þarna fram að í grein 173 að þar væri
ákveðið að þar væri umfram kvöðum vöktunarbúnað sem ekki að finna í öðrum samþykktum. Þetta var sem sagt athugasemd sem kom fram á fundinum, en hann svaraði því að ekki var að finna kvaðir sem ganga lengra en hjá öðrum sveitarfélögum. Þannig að ég vona að bæjarfulltrúi hafi fengið þessi svör, af því að hann tók vel til greina þær athugasemdir sem komu frá bæjarfulltrúum. Það var grein 173, það var grein 172, þar var tekið fram frá kjörnum fulltrúum olíuskiljur sem vísa í lög og reglugerðir olíuskiljur sem fer ekki fram á aukalega vöktun. Og það kemur líka fram í vöktunarbúnaðinum að það eigi að koma þeim fyrir á öllum niðurgröfnum fituskiljum innan 3 ára frá gildistöku samþykktarinnar. Þannig að það ekki aðrar kvaðir þarna sem að ekki gildi hjá öðrum sveitarfélögum. Það kom líka fram athugasemd á fundi bæjarráðs þegar að hann fylgdi fráveitusamþykktinni úr hlaði, að það væri í grein 3.3 sem tekur á skólpi frá húsegnum í Reykjanesbæ sem ekki unnt að tengja við fráveitukerfi sveitarfélagsins, að þá eigi að leiða gegnum minni hreinsivirki svo sem rotþró og siturlögn eða aðra sambærilega hreinsilausn, og það var þeirra mat í fráveitu Reykjanesbæjar í samstarfi við heilbrigðiseftirlitið þeirra mat að hvenar ekki unnt að tengja við fráveitukerfi, og þá verður það metið út frá kostnaði. Og samkvæmt þessari grein sem síðan nefnd í þeim pósti sem bæjarfulltrúar hafa, það sem vísað í grein 4.2, að þar einnig tekið fram að bæjarstjórn hefur heimild til þess að setja sérstakt gjald við hreinsun rotþróa og förgun seyru úr slíkum hreinsivirkjum. Þannig að bara til þess að ég fylgi þá þessum svörum hans við athugasemdum bæjarfulltrúa hér eftir. En ég vona að þetta svari spurningum bæjarfulltrúa Margrétar. Bestu þakkir og orðið áfram laust fráveitusvæðið. Margrét Sanders, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Ég vil taka það fram að ég engin sérstakur sérfræðingur fráveitur. En þegar ég las þetta yfir á sínum tíma, þá nefndi ég bara dæmi grein 173, þar sem var verið að tala kvöðum vöktunarbúnað. Og það var bara einhvað svona sem ég rak augun í, sem ég vissi ekki mikið en hugsa með mér þetta kostar eitthvað. Og svar þess sem að útbýr þessar samþykktir fyrir okkur segir grein 173 sem ég var að nefna inniheldur umfram kvöð vöktunarbúnaðar sem ekki að finna í öðrum samþykktum. Þannig að við erum að fara fram á meira þarna heldur en aðrir. Þetta samt alveg umhverfisvænt og allt svoleiðis. Ég ekki að gera lítið úr því. Síðan verið að tala vera að vitna í greina sem á undan og síðan ekki var að finna aðra kvaði sem ganga lengra en hjá öðrum sveitarfélögum. Ég tók því þannig að þar var hann að tala þessar skiljur. Ég á mjög hættulegri brautina af því að þetta ekki mitt sérsvið, en ég tel mig skilja þetta þannig. Þetta eru svona fituskiljur. Það sem ég bara að hafa áhyggjur af hvað kostar þessi vöktunarbúnaður? Eru við að litla sjoppan sem ætlar að opna á Fitjum eða eitthvað stöðar, hún að fara að leggja einhvern brjálæðislegan kostnað út af einhverju svona vöktunum? Ég held að rétt sé hér og mæli með að við samþykkjum samþykktirnar. Ég held að við eigum að samþykkja þessar samþykktir, en ég alveg fyrirvara á því og við getum hvenær sem gert breytingar. Ef að ljós kemur að svo sem þessi vöktunarbúnaður fituskiljur sé einstaklega dýr eða íþyngjandi eða við sem að búa til eitthvað regluverk sem eiginlega ómögulegt, þá bara breytum við samþykktunum. Ég hef trú á því að við gerum það. Þannig að ég vil bara lýsa því hér yfir. Þrátt fyrir að í heildina þá sýnist mér þetta bara vera í góðu lagi, þá hef ég áhyggjur, en mun samþykkja þessar samþykktir eins og líka fyrir núna. Kæra þakkir fyrir. Ég smá sérfræðingur svona skiljum og getur upplýst að þetta getur verið gríðarlega mikilvægt fyrir hagsmuni sveitarfélagsins að þetta sé vaktað til þess að fráveitun okkar fari ekki öll í rugl. Orðið áfram laust.
fráveitu Reykjanesbæjar? Það er ekki fleiri sem óska eftir að taka til máls. Þeir sem að samþykkja fráveitu Reykjanesbæjar vinsamlega skipið merki. Fráveitu er samþykkt 11-0. 8. mál fundarins og jafnframt að síðasta sem er á dagskrá ber yfirskriftina 700. fundur bæjarstjórnar. Og það sem við þurfum að skoða þarna eru samþykktir stjórn Reykjanesbæjar og fundarsköp bæjarstjórnar. Því samkvæmt öðrum kafla 7. greinar sem ber yfirskriftina fundi bæjarstjórnar og fundarsköp stendur: Bæjarstjórn heldur reglulega fundi tvisvar í hverju mánuði, 1. og 3. þriðjudag og skulu þeir að jafnaði hefjast klukkan 17. Og svo stendur ýmislegt fleira þarna. Við stöndum fram yfir því að núna þann 3. þriðjudaginn í þessum mánuði er 17. júní. Og þá ætlar fólk að vera að borða kandíflós og kaupa sér blöðrur og skjóta upp fánum. Og því liggur fyrir tillaga að næsti bæjarstjórnarfundur verði haldinn mánudaginn 16. júní. Þau sem samþykkt geta það vinsamlega skipið merki. Það er samþykkt 11-0. Núna er mælendaskrá tæmd og það er ekkert fleira sem liggur fyrir dagskrá þessa fundar og við munum fara yfir fundargerðina, yfirlesjana og undirritana rafrænt í samræmi við fundarsköp bæjarstjórnar og ég segi hér með 699. fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar slitið.